3 börn frá Gaza sameinuðust móður sinni og litla bróður á Keflavíkurflugvelli í gærkvöld eftir 10 mánaða aðskilnað. Hamas hefur samþykkt að láta lausa gísla á Gaza til að koma á vopnahléi. Mikið viðbragð var á Keflavíkurflugvelli í dag eftir að tilkynning barst veikindi fólks í farþegaþotu á leið til Chicago. Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð og óvissustigi lýst yfir. Talið er að banvænt gas hafi lekið í farþegarýmið. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir Kínverja undirbúa innrás í Taívan og ætli að raska valdajafnvægi Asíu. Kínverjar vísa þessu á bug. Ásakanir samningsbrot í tollamálum ganga líka á milli ríkjanna. Stefnu stjórnvalda í innflytjendamálum var mótmælt á Austurvelli í dag. Til stympinga og orðaskipta kom á milli tveggja hópa á meðan á mótmælunum stóð. Maður er alltaf að græða, segir kona sem skipti plöntum sínum út fyrir aðrar á plöntuskiptimarkaði í dag. Og hið sama gerðu spilavinir á borðspilamarkaði. Komið sæl. Það voru fagnaðarfundir á Keflavíkurflugvelli í gær þegar 3 börn frá Gaza sameinuðust móður sinni eftir 10 mánaða aðskilnað. Móðirin er þakklát íslenskum stjórnvöldum en óttast eiginmann sinn sem er fastur á Gaza. Maysoon flúði með börn sín 4 til Egyptalands í fyrra vegna linnulausra árása Ísraelshers á Gaza. Eiginmaður hennar sem er læknir varð eftir. Þar beið þeirra fátt og börnin fengu ekki að ganga í skóla. Maysoon kom síðar til Íslands til að freista þess að búa börnum sínum betra líf. Með henni var 6 ára sonur hennar. Eldri börnin urðu eftir hjá fjölskyldu Maysoon í Egyptalandi. Hún fékk vernd hér á landi og í mars var ljóst að eldri börnin kæmu hingað á grundvelli fjölskyldusameiningar. Starfsmenn utanríkisráðuneytisins sóttu börnin og komu þeim hingað í gærkvöld eftir 10 mánaða aðskilnað. I am so happy to bring my kids and also I hope to bring my husband. My husband is still in Gaza in the war. He is a doctor in a war in Gaza. And we are afraid we can lose him in any moment. En þakklæti var Maysoon og börnunum efst í huga á flugvellinum. I am very happy. I thank Icelandic government to bring my kids. I am so happy. Thank you very much. Hamas samtökin hafa boðist til að láta lausa 10 gísla sem eru í haldi á Gaza og afhenda lík 18 til viðbótar. Þetta er svar þeirra við tillögu 60 daga vopnahlé á Gaza sem Ísraelsmenn hafa þegar samþykkt. Í staðinn láti Ísraelsmenn 1100 palestínska fanga lausa. Hamas segir að þessu þurfi að fylgja trygging að Ísraelsmenn hefji ekki árásir leið og gíslarnir verða látnir lausir. Fulltrúi Bandaríkjanna í viðræðunum vopnahlé sagði nú rétt fyrir fréttir að svar Hamas væri ótækt og færði viðræðurnar skref aftur á bak. Tugir vörubíla fóru til Gaza í dag, mest með hveiti, en örvæntingafullt fólk stöðvaði þá og tók vörurnar áður en þær komust á áfangastað. Nokkur fjöldi kom saman á Austurvelli í dag og mótmælti stefnu stjórnvalda í útlendingamálum. Annar hópur truflaði mótmælin og til stympinga kom á milli hópanna tveggja. Hingað og ekki lengra! Hópurinn Ísland þvert á flokka stóð fyrir mótmælum á Austurvelli gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. Skömmu áður höfðu samtökin No Borders staðið fyrir mótmælum á Ingólfstorgi þar sem fólk var hvatt til að standa saman gegn rasisma og hatri. Mótmælin áttu upphaflega að fara fram á sama stað en No Borders færðu sig set eftir ofbeldishótanir. Voru að hóta bara mjög alvarlegu ofbeldi gagnvart saklausu fólki. Hérna saman komið fólk sem er bara fjölskyldufólk og börn og aldraðir og fólk sem hefur bara ekkert ofbeldi í hjarta sínu er hér samankomið til þess að standa vörð mannréttindi og jaðarsetta hópa. Stofnandi hópsins Ísland þvert á flokka segir að lagt hafi verið upp með friðsamlegu mótmæli. Ég hef ekkert á móti innflytjendum. Ekkert. Þeir með að koma hingað eða þeir vinna. Við höfum hvorki efni á því
og engan áhuga á því að fá enga fólk sem hefur engan áhuga á því að vinna, engan áhuga á því að aðlagast okkar menningar heim. Við erum hópurinn eða bara þessi hópur sem að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í innflytjendamálum. Þá er ég ekki að láta hljóma eins og við séum rasistar eða annað. Við erum bara búin að missa stjórn á þessu. Við höfum verið vöruð við þessu frá Svíþjóð og Danmörku og annað skilur og við erum bara það lítið þjóð. Ég myndi skilja að við værum að hjálpa, 15-20 fjölskyldum árið, þá myndi ég vilja sjá að við værum að hjálpa allir fjölskyldunni. En annar hópur sem sagðist ekki tengjast No Borders kom á Austurvöll til að trufla mótmæli Íslands þvert á flokka. Og við stöndum hérna sem andfasistar til þess að standa á móti því að hatri gegn útlendingum stækka á Íslandi. Og þegar leið á kom til stympinga á milli hópanna tveggja og litlu munaði að það siði upp úr. Ekki fara hann á planinu eins og leið. Talið að kolmónoxíð eitrun hafi valdið veikindum áhafnar og farþega í farþegaþotu United Airlines sem þurfti að lenda á Keflavíkurflugvelli í dag á leið sinni til Zürich. Kolmónoxíð er lyktarlaust gas sem getur valdið dauða. Hér á Keflavíkurflugvelli í dag var mikill viðbúnaður vegna veikinda borð í þessari vél frá United Airlines. Veikindi borð í flugvélum eru hins vegar alls ekki óalgeng en þarna var ljóst að eitthvað annað og meira var á seiði enda byrjaði hver manneskjan á fætur annarri að finna fyrir einkennum. Það berst hérna bara tilkynning frá óvissustig að þessi flugvél að lenda hérna út af medical divert. Það eru veikir einstaklingar borð. Það er talað 6 til 8 til að byrja með. Þannig að þá erum við sett í startholuna. Samhæfingarmiðstöð almannavarna var virkjuð og sjúkrabílar, slökkvilið og síraðgerðarsveit Landhelgisgæslunnar kölluð á staðinn auk sóttvarnalæknis. 200 manns voru borð í vélinni sem var á leið til Chicago í Bandaríkjunum. Hvernig lýstu þessu veikindi sér? Fólki var svona með svima og kannski svolítið flökurt. Fólkið brakaðist þó við að fá ferskt loft og varð ekki meint af. Talið er að gas hafi lekið inn í flugvélarrýmið og valdið svokallaðri kolmónoxíðeitrun. Sérfræðingur í klínískum eiturefnafræðum segir eitrun af þessu tagi geta verið stórhættulega, jafnvel banvæna. Kolmónoxíð er svona gas sem getur komið út frá bruna eldsneytis og er meðal annars eitt af þeim gösum sem kemur út frá bensínvélum bíla og ef það berst inn í lokað rými þá getur það valdið eitrun, það getur öndum því að okkur það berst inn í blóðið og getur hreint frá súrefni og valdið köfnun á endanum. Þá dreifist gasið hratt. Þetta er hættulegt líka því að þetta er lyktarlaust og það er erfitt að verða var við að eitrunin sé til staðar nema séu sérstakir nemar sem að nemi gasið. Fólkið sem veiktist var allt aftarlega í vélinni en Svanur segir erfitt að segja til hvort líkur hafi verið á að gasið næði inn í flugstjórnarklefa. Það náttúrulega berst bara innum rými og allt hefur svona frjálsan gang bara inn í lofti. Maður var fluttur þungt haldinn á bráðamóttöku eftir stórfellda líkamsárás í Reykjavík í dag. Einn var handtekinn grunaður árásina. Lögreglan fékk tilkynningu rétt fyrir hádegi, árásin var framin fyrir utan heimahús í Hlíðunum. Lögregla hefur til skoðunar hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir hinum grunaða. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sakaði í gær Kínverja að undirbúa hernaðaraðgerðir sem raski valdajafnvæginu í Asíu. Kínverjar vísa þessu á bug. Ásakanir ganga á víxl brot á tollasamningi. Þíðan sem komst á samskipti Bandaríkjanna og Kína eftir að samið var frestun hárra tolla sem ríkin settu á hvort annað virðist nú úr sögunni. Í gær sakaði Donald Trump Bandaríkjaforseti Kínverja að þverbrjóta þetta samkomulag og fékk samskonar ásökun tilbaka frá kínverskum stjórnvöldum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sakaði svo í gærkvöld Kínverja að undirbúa vígbúnað í Asíu þegar hann sótti þing öryggismál í Singapúr. China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo. We cannot look away and we cannot ignore it. Hann segir Kínverja meðal annars undirbúa innrás í Tævan. And to be clear, any attempt by communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. There's no reason to sugarcoat it.
Hegseth hét öðrum löndum álfunnar stuðningi Bandaríkjanna. Fulltrúar Kínverja á þinginu sögðu fullyrðingarnar ekki á rökum reistar. 有的内容无中生有，有的颠倒黑白，有的贼喊捉贼。 Eini tilgangur ummælana sé að skapa glundroða Kyrrahafsmegin í Asíu, viss lönd sé að auka viðveru hermanna á hafinu. 侵犯他国领土主权和海洋权益，蓄意支持台独分裂势力，严重破坏台海和平稳定。 Utanríkisráðuneyti Kína sagði í yfirlýsingu nú síðdegis að Bandaríkin ættu ekki að nota Tævan sem skiptimynt til að halda Kína niðri og ekki leika sér að eldinum. Nýr 9 milljarða króna vegur Hornafjarðarfljót orðinn fær og Hornfirðingar farnir að nýta ókláraðan veginn í bíltúra. Fólk beðið að aka ekki á veginum á vinnutíma þegar stórvirkar vinnuvélar eru á ferð. Búkollurnar keppast við að keyra í veginn því aðeins mánuður í að klæðning verði lögð. Nýr vegur yfir Hornafjarðarfljót mikil samgöngubót og styttir hringveginn 12 kílómetra. Á honum eru 4 nýjar brýr og sú stærsta engin smá smíði eða 250 metra löng yfir sjálft Hornafjarðarfljótið. Ein helsta áskorunin var að leggja veginn yfir mýrar og leirur þar sem mikið vatn á ferðinni. Því þurfti að fergja vegstæðið og láta síga. Framkvæmdir sem slík hefur nú bara gengið alveg þokkalega og sumt á undan áætlun og annað eftir svona sem gengur að gerist en sig hefur nú verið svona kannski 30-40 cm og mest hefur þetta kannski verið einhvers staðar kringum meter. Af nýja veginum fallegt útsýni og jöklar og landslag heilsa frá nýju sjónarhorni. Engin furða að heimafólk sé farið að keyra nýja veginn, en einn valtaramaðurinn segir okkur að það sé helst á sunnudögum þegar ekki unnið. Ístak biður fólk að vera ekki á ferli aðra daga þegar búkollurnar keyra. Biðin eftir að umferð verði hleypt á að fullu lengist vegna hringtorgs sem ákveðið var að bæta við í stað 2 tegatnamóta, enda verður hringtorgið á sigsvæði sem þarf að fergja. Við reiknum að byrja að klæða mánaðamótin júní, júlí og verðum að klæða fram eftir hausti, fram í september. En það kemur hringtorg sem er að koma á lækjarnar núna og það getur kannski orðið til þess að það verði eitthvað senkað að við getum hleypt umferð á veginn, allan veginn. En verklok eiga að vera 1. desember og við stefnum á að reyna að klára fyrir þann tíma. Skógarbjarnakjöt gæti orðið fáanlegt í Slóvakíu á næstunni eftir að þarlend stjórnvöld heimiluðu sölu þess. Það gengur í berhögg við verndunarstefnu Evrópusambandsins sem skilgreinir skógarbirni sem tegund nærri útrýmingarhættu. Slóvakía með aðild að ESB. Stjórnvöld heimiluðu í síðasta mánuði að fella 1/4 þeirra 1300 bjarndýra sem finnast í náttúru landsins þar sem árásum bjarndýra hafði fjölgað skyndilega. Og nú hefur ríkisstjórnin svo heimilað að kjöt felldu dýrana megi selja til manneldis. Þetta hefur vakið harða gagnrýni á Evrópuþinginu en einnig meðal stjórnarandstöðu þingmanna í Slóvakíu. Stjórnvöld segja þó einungis verið að koma í veg fyrir sóun. Norskir unglingar sem eru að útskrifast úr framhaldsskóla halda stíft í þá hefð að skemmta sér í sérstökum rútum fram á morgun. Þetta ári gæti verið það síðasta því ríkisstjórnin vill banna þeir frá áramótum. Þetta kallast á norsku russebuss og notað rútu sem norskir útskriftanemar skemmta sér í á næturna meira og minna í heilan mánuð. Man blir litt sliten etter hvert, spesielt når man drar rett fra rulling som varer fra 12 till klockan 6-7 och så rätt på skolan. Är det examensperiod nu också? Jag tänker det mot slutet. Ja, jag hade ju examen idag. Vår fina chaufför Mohammed, bland annat förstärkarna här. 6 subber här och 3 toppar här. Loungen, den ligger här. Så har vi en till sub här. Och det dunkar greit. Það orðasönnu og krakkarnir skemmta sér konunglega. Jag har skola imorgon, så man kör liksom från 12 till 7 och så åker man direkt på skolan. Hur känns det då? Man blir ju trött. En yfirvöld hafa áhyggjur af öryggismálum þegar rúta full af dansandi unglingum keyrir göturnar. Ríkisstjórnin hefur því lagt til hertar öryggisreglur sem banna svona rútur og eiga að taka gildi næstu áramót. Jag ska vara ärlig, Oskar, och säga att det känns ju inte så säkert det här.
Nei, altså, jeg kan skjønne det, men når man begynner å kjøre så merker man at det ikke så ille som folk skal ha det til. Det är inte så att ni bränner 200 i vänsterfil heller? Nei, det går maks i 80. Stjórnvöld hafa verið beðin lengri aðlögunartíma á reglunum sem banna rúturnar. Það því ekki endanlega ljóst hvort þetta sé síðasta árið sem þessi langa hefð verður við lýði. Sjávarsmakk, fiskibólur og harðfiskur var í boði sjómanna á smábátahöfninni á Akureyri í dag. Sjómenn eru hylltir víða land helgina. Ég komin, ég svart í nótt að syngja og sála þér til ringja til að lifa ljúfa stund. Það var líf og fjör á smábátahöfninni á Akureyri í dag í tilefni sjómannadagshelgarinnar. Hoppukastalar voru á sínum stað og bátabryggjurnar opnaðar og til sýnis. Það var hægt að skoða sjóbjörgunarbúnað Landsbjargar svo eitthvað sé nefnt. Sjómannadagur er náttúrulega bara dagur þar sem sjómenn og aðstandendur þeirra koma saman og eiga góða stund og sem sagt við erum náttúrulega hér til þess að hylla hetjur hafsins. Fólki sem hefur séð fyrir okkur Íslendingum og byggt landið upp. Þannig að ef einhver dagur ætti að vera stór og mikill þá það náttúrulega sjómannadagur, ekki nokkuð spurning. Ungir sem aldnir gættu sér á allskyns lostæti í boði smábátasjómanna. Þetta smá hobby hjá okkur, við erum bara að veiða í matinn og svona og bjóða upp á bollur í tilefni dagsins. Já, núna ég bara að bjóða gestur sem koma hérna til mín, harðfisk og kaffi og svona eitthvað gott. Og þau sem vildu gátu fengið kennslustund í netabætingum. Er það að kenna yngri kynslóðinni á netin? Já, ég var svona aðeins að sýna þeim handtökin? Já. Í Fjarðabyggð sjómannadeginum sömuleiðis fagnað alla helgina og hjá mörgum hátíðarsiglingin með skipum síldarvinnslunnar hápunkturinn. Börnin fengu björgunarvesti og svo hélt Norðfirski flotinn í samsiglingu út fjörð og björgunarskip og bátar tóku líka þátt. Siglt var alla leið út fyrir Norðfjarðarhorn þar sem sjá mátti glitta í Gerpi, austasta odda landsins. Fjöldi flugvéla og flygilda sáust yfir höfuðborgarsvæðinu í dag. Tilefnið var árleg flugsýning á Reykjavíkurflugvelli. Farartækin vöktu nokkra athygli enda mörg frekar óvanaleg en eiga það þó öll sameiginlegt að fljúga loftin blá. Gestir sýningarinnar nutu hennar í góða veðrinu og fylgdust með flugmönnunum sínar listir sínar. Gömul borðspil og plöntur gengu kaupum og sölum á 2 skiptimörkuðum í dag. Áhuga fólk prúttaði þar og gerði góð kaup en sumir voru bara mættir til að snuðra. Á markaði í spilavinum komst gömul borðspil í nýjar hendur, jafnvel þeirra sem eiga mörg 100 spila fyrir. Ég búinn að skipta við 2 spil núna, en ég að reyna að forðast að kaupa meira, nema að sé eitthvað rosalega vantar í safnið mitt. Og hvað áttu orðið mörg spil? Ég get ekki sagt, mér líður eins og að sé einhvers konar 400 borðspil. Þannig að ég er með stórt safn, en það er alltaf til fleiri sem er með meira en ég. Og hvernig spil eru það helst sem að ykkur finnst skemmtilegt að spila? Taco, götur, geit, ostu, pizza. Segir svona taco, og lendur taco, þá var svona að reyna að ná því. Hann sem er með flest spilin í enda tapar. Og eigið þið mörg spil? Já, mjög mörg. Og á bókasafni Kópavogs skiptust misgrænir fingur á plöntum. Svo rökkur steinbrjótur. Alltaf fallegur. Ég til í hann. Það ekki? Jú. Það var ekki skipta? Já. Æði. Það var alltaf að græða. Þannig að ég kem bara til að snuðra og sjá hvað er til og hitta fólk. Varstu með græna fingur? Þeir mættu vera grænni. En ég hafði svona alveg þokkalega. Ég finnst þetta allavega ógulega gaman. Bæði að semja og að skipta. Já. Og ég taka þetta. Þetta er naus, já, það er geggja. Ég er bara að verða búin með það sem ég kom með. Ég var með grænkál og brokkoli og liljur og fleira. Og svo þarna er það sem ég er búin að fá í staðinn. Og verður miklum tíma í garðinum á sumrin og vorin? Já, þetta er bara það sem heldur mann í formi. Þú ferð út í garði í maí og það drepast í hasperrum í halva mánuð og í ágúst þá ertu komin í besta form ever. Með því að stinga upp og moka og keyra hjólburur og bera á og allt þetta. Þetta er bara heilsubót.
Og þá að veðri. Eftir nokkuð einsleitt og rólegt veður undanfarna daga boða veðurfræðingar breytingar á morgun með þungbúnara veðri og vætu vestanvert landið. Allt tengist þetta lægð sem að nálgast úr suðvestri og hún mun dýpka nokkuð ört á leið sinni austur að Færeyjum. Hér mun lægðin hafa í för með sér hvassa norðanátt og kólnandi veður með snjókomu eða slyddu til fjalla norðanlands. Það getur haft áhrif á vegasamgöngur og því mikilvægt fyrir vegfarendur að kynna sér vel ástand vega. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Við förum yfir stöðuna hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta eftir úrslit gærkvöldsins í þjóðadeildinni. Ísland tekur á móti Frakklandi á nýju grasi á Laugardalsvelli á þriðjudaginn í lokaleik keppninnar. Við kíkjum á völlinn. Þór ætlar ekki að tefla fram liði í efstu deild kvenna í körfubolta á næsta tímabili. Við förum yfir úrslit dagsins á lokadegi EM í fimleikum og svo það fimleikakonan Ásta Kristinsdóttir sem greindist með flogaveiki. Og þá sá draumur alveg bara keyptur frá manni. Þetta og fleira í íþróttum hér strax að loknum fréttum. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þrjú börn frá Gaza sameinuðust móður sinni og litla bróður á Keflavíkurflugvelli í gærkvöld eftir 10 mánaða aðskilnað. Hamas hefur samþykkt að láta lausa gísla á Gaza til að koma á vopnahléi. Mikið viðbragð var á Keflavíkurflugvelli í dag eftir að tilkynning barst veikindi fólks í farþegaþotu á leið til Chicago. Samhæfingastöð almannavarna var virkjuð og óvissustigi lýst yfir. Talið að banvænt gas hafi lekið í farþegarýmið. Varnarmálráðherra Bandaríkjanna segir Kínverja undirbúa innrás í Taívan og ætli að raska valdajafnvægi í Asíu. Kínverjar vísa þessu á bug. Ásakanir samningsbrot í tollamálum ganga líka á milli ríkjanna. Stefnu stjórnvalda í innflytjendamálum var mótmælt á Austurvelli í dag. Til stympinga og orðaskipta koma milli tveggja hópa og meðan á mótmælunum stóð. Maður alltaf að græða, segir kona sem skipti plöntunum sínum út fyrir aðrar á plöntuskiptimarkaði í dag. Og slíkt sama gerðu spilavinir á borðspilamarkaði. Það var þetta upptalið hjá okkur þetta laugardagskvöldið. Fréttavaktin heldur að sjálfsögðu áfram á ruv.is. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Hrúturinn hreinn, rollurök. Gamamynd fyrir alla fjölskylduna. Geimvera með ótrúlega ofurkrafta lendir nálægt sveitabænum þar sem hrúturinn hreinn og félagar hans búa og þeir leggjast á eitt við að hjálpa henni að komast aftur heim áður en yfirvöld ná til hennar. Ár mitt hjá Salinger. Myndin byggð á æviminningum bandaríska rithöfundarins Joanne Rakoff. Árið 1960